Við á Landspítala erum innlega nýtt námsumsjónarkerfi sem við höfum ákveðið að kalla EDDU þann 30. nóvember. Þetta námsumsjónarkerfi mun hjálpa okkur að halda utan um menntun bæði sí- og endurmenntun starfsmanna og gera þeim kleift að nálgast efnið á þeim tíma sem þeim hentar. Þannig að þetta er mjög stórt skref til framtíðar að stuðla hér að betri og aukinni sí- og endurmenntun. Sí- og endurmenntun skiptir mjög miklu máli því við viljum að starfsfólk okkar sé með nýjustu þekkingu og þá færni sem við teljum þá þurfa að hafa til að sinna hér öruggri og farsælli heilbrigðisþjónustu. Þetta er kerfi sem heldur utan fræðsluefni sem við búum til fyrir starfsfólkið okkar og þar getur hver og einn starfsmaður farið inn þegar honum hentar og horta það fræðsluefni sem hann hefur aðgang að. Dæmi námsefni sem við getum sett þarna inn er til dæmis nálaupsetningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Þá getur það farið hort hvernig á vinna verkið og farið svo og fengið leiðsögn á staðnum með hvernig það skuli framkvæmt svo í raunveruleikanum. En þarna fá þau grunninn hvað það er sem skiptir máli, að hverju þarf að huga og hvað þarf að gera og svo framveitu göttunum. EDDA gerir starfsfólki kleift að nálgast námsefni hvar og hvenær sem er, svo lengi sem þú hefur aðgang að síma, spjaldi, tölvu og interneti. Helsti ávinningur þess að hafa rafrænt námsumsjónarkerfi fyrir starfsfólk er ávallt að bæta þjónustu við sjúklinga og auka öryggi þeirra, en einnig hafa rannsóknir sýnt að sí- og endurmenntun hefur jákvæð áhrif á starfsánægju starfsfólks. Við erum með í undirbúningi kennslumyndbönd hvernig hægt verður að nota EDDU og skrá sig inn á EDDUna, en svo munum við líka fara og hitta fólk og kenna því á EDDUna. EDDAn veitir yfirmönnum þá yfirsýn að þeir geta skoðað námsframvindu síns starfsfólks og það er rosalega mikilvægt og þá er hægt að hvetja starfsfólk til að halda áfram að auka við sig þekkingu og til þess að þróast áfram í starfi. Gott er að hafa í huga að EDDAn kemur ekki í staðinn fyrir staðanámskeið en hún er frábær viðbót til þess að blanda þessum tveimur formum menntunar saman. Við erum búin að helja hana verkefni, við erum búin að vera með mjög öflugan verkefnahóp sem er að innleiða þetta. Það er starfsfólk víða á spítalanum sem kemur að innleiðingunni, bæði verkefnahópur, menntadeildin og starfsfólk í klíník. Þannig að það má með sanni segja að þetta sé skemmtilegt og verðugt og spennandi verkefni sem við erum að leggja í núna.